Ásta, 40 tap fyrir Ungverjalandi hér í Miskolc. Það var svolítið erfiður leikur fyrir ykkur, ekki? Jú, þær eru bara mjög sterkar og þær eru að keppast að komast inn. Þú veist, þær vilja vinna okkur með sem mesta mun, þannig að þær hafi pluss mínus á liðinu í öðru sæti. Þannig vissum þetta yrði erfiður leikur. Við ætlum bara að koma inn í leikinn og þú veist, berjast allan tíman og gera betur heldur en á móti þeim síðast. Mér fannst við gera það, mér fannst við koma inn með baráttu, en við kannski brotnum svolítið niður í seinni hálfleik, en það bara gera betur næst. Eins og þú segir, komið gífurlega svona peppaðir inn í leikinn og náða að hanga í þeim. Hvað er það sem gerist heldur við sem að þetta brotna niður? Þú veist, mér fannst við alveg vera að berjast, en bara kannski svona andlega, skiljum, og fá mikið af villum, þú veist, margar villuvandræðum, skiljum, kannski bara pirraðar. En við megum bara ekki láta hausinn okkar stoppa okkur. Þjálfarinn er ekki að tala um það í þessum leikjum, ég meina það er alltaf að vita að þessi síðasti gluggi er gífurlega erfiður fyrir liðið á móti Spáni og Ungverjalandi svo úti. Hann talaði um það að hann vildi sjá liðið gera betur heldur en í fyrri leikjunum á móti þessu liðum. Hvernig fannst þér þessi leikur á móti fyrri leiknum á móti? Já, mér fannst við gera betur núna heldur en síðast. Þú veist, við töpum alltaf með 60 stigum heima eða eitthvað og núna 40. Þú veist, auðvitað það ekki það sem við viljum. En þú veist, mér fannst við vera mjög flottar í fyrri hálfleik og við vorum að lemja á þeim og þær voru pirraðar sjálfar. En við hefðum bara þurft að taka svolítið með okkur kannski í seinni hálfleik. Heimaleikurinn á móti Spáni núna á sunnudaginn, það er annar verðugur andstæðingur sem þið fáið í fangið? Já, þú veist, markmiðið bara að koma inn og berja á þeim, skilur. Þú veist, það er ógeðslega gaman að spila á móti bestu stelpum í heimi og við ætlum bara að, þú veist, láta þær finna fyrir því, sko. Gífurlega flott hátíð sem var haldin í kringum síðasta heimaleik ykkar á móti Rúmeníu. Verður ekki gaman að fá að koma aftur í höllina núna eftir þá reynslu? Jú, það var bara rosalega góð stemming og það náttúrulega bara gaf okkur svolítið sigurinn. Þú veist, ógeðslega gaman að sjá alla krakkana og allar ungu stelpurnar koma og horfa á okkur spila og ég vona bara sem flestir komi á sunnudaginn. Bestu ekki, Ásta. Gangi ykkur vel.